Gott kvöld og velkomin í Kompás. Það hart barist atkvæði Hafnfirðinga sem gangað kjörborðinu 31. mars. Í þeim kosningum á ákveða hvort álver Alcan í Straumsvík verði stækkað. Þær upplýsingar sem Hafnfirðingar hafa til að styðjast við eru þó æði misvísandi, hvort sem að ræða tölur mengun eða fjárhagslegan ávinning. Í kvöld skoðar Kompás málin frá báðum hliðum. Óhjákvæmilegu fylgifiskur álvinnslu að til verður koltvísýringur, flúorkolefni og brennisteinsdíoxíð. Brennisteinsdíoxíð ekki hreinsað í álverinu, en forsvarsmenn þess fullyrða að engin hætta sé á því að börn eða fullorðnir í Hafnarfirði bíði heilsutjón, þótt tugþúsundum tonna af brennisteinsdíoxíði sé blásið út í andrúmsloftið. Það yrði upphafið að endalokunum ef við fengjum ekki að stækka verksmiðjuna vegna þess að hún ekki þá hagkvæm. Þó að við séum að skila hagnaði, þá það þannig að stór félög leitast við að framleiða vöruna þar sem það ódýrast og þeir getur lokað verksmiðju þó hún sé að skila hagnaði ef það hægt að framleiða með miklu meiri arði annar staðar. Og það það sem alþjóða fyrirtæki að gera, ekki sérstakt við áliðnaðinn. Það bara gengur í öllum stórfyrirtækjum svoleiðis. Hvenær sérðu fyrir þér að álverinu verði lokað ef stækkun verður ekki saman? Ég veit ekki, ég ætla ekki að vera að slá fram eitthvað svoleiðis. Ég bara sé þróunina og hvað getur gerst og mér finnst óábyrgt að fjalla ekki það og horfi ekki á það sem staðreynd. Hversu mörg árin verða vitum við ekki. Við erum með orkusamning til 7 ára. Hvað gerist í Hafnarfirði ef stækkunin verður ekki samþykkt? Það gerist bara ekki neitt. Það það góða við það. Við fáum þar tækifæri í framtíðinni til þess að nota þetta svæði sem þarna fyrir sunnan Hafnarfjörð í annað. Stærstu framtíðar þungaiðnaðarsvæði höfuðborgarsvæðisins eru á Grundartanga og kannski Þorlákshöfn en ekki í suðurhluta Hafnarfjarðar þar í byggðinni. Hvað gerist ef stækkunin verður ekki samþykkt? Þá alveg ljóst að fyrirtækið á ekki framtíð fyrir sér í því samkeppnisumhverfi sem það starfar í. Því að þessi starfsemi eru í fullri samkeppni á alheimsmörkuðum og það alveg ljóst að svo tækni sem hér notuð við framleiðsluna, hún ekki lengur samkeppnishæf. Þannig að það bara tímaspursmál hvenær ef við veitum þessu fyrirtæki ekki brautar í gengi að þá mun það ekki vera hér nema bara takmarkaðan tíma í viðbót, það ljóst. Álverið í Straumsvík var formlega vígt árið 1970. Það hluti af alþjóðlegu fyrirtæki sem annars stærsti álframleiðandi í heimi. Í Straumsvík 11. stærsta álver samsteypunar. Framleiðslugetan var í upphafi 33.000 tonn á ári, en síðan þá hefur það verið stækkað 4 sinnum. Framleiðslugeta þess nú 180.000 tonn á ári. Yfirvöld hafa nú þegar veitt fyrirtækinu heimild til að framleiða alltaf 460.000 tonn á ári. Hins vegar eiga Hafnfirðingar eftir að kjósa nýtt deiliskipulag sem forsenda slíkrar stækkunar. Síðast var álverið stækkað árið 1997. Fyrirverandi bæjarstjóri Hafnarfjarðar segir mikinn mun vera á umræðinni þá og nú. Satt best að segja þá gekk þetta ákaflega rólega fyrir sig og ég held bara að mönnum hafi yfirleitt öllum fundist þetta bara hárrétt framhald af því sem komið var. Þó var stækkunin þó nokkuð mikil því að framleiðslan var eitthvað 100, ég minna hún hafi verið 105.000 á ári og fór upp í 175, þannig að þetta var þó nokkuð mikil stækkun. En auðvitað voru menn að velta fyrir sér mengun og öðru slíku, bara eðlilegur hlutur, mjög eðlilegt. Og svo sannarlega harkalega tekist á áhrif mengunar í nágrenni álversins. Það þó ekki heiklum hent að átta sig á þeim tölum sem fram eru bornar, þær eru misvísandi og spurning á hverjum sé marktakandi. Það mikið álit á Hafnfirðingum og ég mikla trú að fólk afli sér upplýsingar og setja sig inn í málið, eins og þetta heilmikil ákvörðun fyrir bæinn og fyrir okkur vitanlega. Þetta mál auðvitað nokkuð snúið og nokkuð flókið og það alveg ljóst að það liggja engar upplýsingar fyrir, hlutlausar upplýsingar, menn hafa verið að deila tölur fram og tilbaki þessu sem ætti að liggja fyrir. Og bærinn ætti að bera ábyrgð á því. Nú löngu byrjað að kjósa málið utan kjörstaðar en fólk hefur raun og veru ekkert til að byggja á frá bænum og frá réttkjörnum fulltrúum okkar sem eiga að veita okkur þær upplýsingar sem við þurfum. Auðvitað væri það betra að það hefðu komið fram hlutlausar upplýsingar mjög snemma í þessari umræðu.
Það hefur verið þannig að við höfum haft mjög takmarkaðan aðgang að upplýsingum. Við höfum þurft að sækja þær á heimasíðu Alcan og mjög mikið til Alcan, sem náttúrulega stærsti hagsmunaaðilinn. Auðvitað hefði verið betra ef það hefði komið fram fyrr, ef að Kapacent og Hagfræðistofnun hefðu tekið þetta mál til dæmis í desember fyrir, á þeim tíma sem að Sól í straumi óskaði eftir því að yrðu fengnir óháðir aðilar að þessu máli. Mér finnst þetta fáránlegt að ætla að láta almenning taka ábyrgð á þessu, því það svo takmarkað upplýsingum að hann hefur til. Hann verður að treysta það sem álverið segir annars vegar og hvað bæjarstjórnin segir hins vegar, og báðir eru með aðra hagsmuni. Þannig að þeir eru ekki alveg að koma fram með allan sannleika? Já, pólitík er pólitík, en það þarf að vera meira skynsemi í þessu. Flúor hefur löngum verið talinn hættulegasti mengunarvaldurinn frá álverum. Fyrstu starfsár álversins í Straumsvík var engin hreinsibúnaður í álverinu og öll mengun barst því óhindruð út í umhverfið. Í lok 8. áratugarins var byrjað að reisa þurrhreinsistöðvar, auk þess sem settar voru þekjur til að beina reyk frá kerunum til þurrhreinsistöðvana. Þannig hefur tekist að minnka verulega magn flúors og ryk sem berst út í andrúmsloftið. Í greinargerð frá álverinu segir að séð verði til þess að 99,9% flúors verði fjarlægður og endurnýttur verði af stækkun. Í umhverfismati hins vegar tekið fram að álverið telur að tæknilega verði erfitt að ná fram stefnumörkun stjórnvalda losun koltvísýris vegna flúorkolefna. Álverið muni því kanna gaumgæfilega að taka þátt í landgræðslu eða skógrækt til mótvægis. Eru þið ekki að bjóða upp á bestu tækni núna, eins og staðan í dag? Við erum eins og hægt að gera í svona gömlu álveri. Þetta eru kerin svo mörg og þau eru svo lítil. Við verðum með miklu stærri ker og það er miklu auðveldara að ná betri árangri í nýjum búnaði sem hallur hannaði með það heldur en eins og búnaðurinn í dag í grunninn frá 1969. Pálmi Stefánsson, efnaverkfræðingur, hefur starfað við áliðnaðinn í rúm 30 ár. Í 15 ár var hann háttsettur yfirmaður hjá álverinu í Straumsvík og fór meðal annars með umsjón og hönnun hreinsibúnaðar. Þetta hefur nú allt verið til bóta og eftir sem hefur tekist, þegar Ísrael var byggt þá var ekkert gert. Hins vegar voru loftskiptin 60.000 rúmmetrar á klukkustund fyrir hvert ker. Nú þegar við lokuðum kerunum þá var þessu breytt niður, þannig að við sógum 6.000 rúmmetra af hverju keri á klukkustund. Nú síðan eru orðin eðlileg loftskipti, eitt loftskipti í skálunum, því að nú eru kerin lokuð þá berst minna út í kerskálarloftið. Þannig þetta hefur allt stórlagast. En hver sér mengunarmælingar í álverinu? Við sjáum þær sjálf og umhverfisstofnun. Er það eðlilegt að fyrirtæki sjálf sjá þessar mælingar? Það er eðlilegt og það er stefna stofnunarinnar sem stjórnsýslustofnunar að vera ekki sjálf í mælingum, heldur að fyrirtæki leiti þá þeirra leiða sem að hægt og við viðurkennum þá þær leiðir. Það þýðir það að þeir verða þá að sýna fram á að þessar aðferðir og mælitæki sem þau nota uppfylla þau skilyrði og það er gert. Þau að svindla á mælingum. Hvernig veistu það? Því ég bara veit það út í að við höfum verið látnir vera með tæki sem við göngum með heilan dag og ef að tækin koma út í óhári mælingu eða slíku sem hendar ekki fyrirtækinu þá annarkvort höfum við verið að svindla eða tækin bíluð. Við höfum heyrt frá starfsmönnum að það sé svindlað á mælingum. Er það rétt? Nei, það er ekki rétt. Það er alls konar staðhæfingar í gangi sem ekki... Af hverju heldur þessar staðhæfingar komið fram? Ég veit ekki. Þú ert kannski að tala við einhverja sem hafa áhuga því að koma að höggja á fyrirtæki fyrir kosningar en menn að nýta sér ýmsar hluti núna en það er ekki. Við erum með mjög ábyrgt fólk í þessu og menntað og sérfræðingar sem eiga starfsheiður að velja. Samkvæmt upplýsingum frá álverinu hefur hvorki koltvísýringur né flúorkolefni bein skaðleg áhrif á nánasta umhverfið. Mælingar á áhrifum flúors á gróður í nágrenni verksmiðjunar ná tæp 40 ár aftur í tímann. Þau eru núna mjög lítil og þyrftu að margfaldast til að valda skemmdum á gróðri. Brennisteinsdíoxíð eða SO2 myndast einnig við álframleiðslu. Ekki er talin þörf á því að hreinsa efnið í álverinu, það er því losað beint út í andrúmsloftið þar sem það hvarfast og myndar brennisteinssýru.
Og það einmitt brennisteinsdíoxíð sem margir hafa áhyggjur af. Brennisteinsdíoxíð hættulegt eitrað efni og það verður mjög fljótt af brennisteinssýru í náttúrunni, súrt regn og svona. Síðan ef við öndum við að okkur þá breytist það í brennisteinssýru og étur lunguna á okkur að innan. Og þetta sérstaklega viðkvæmt fyrir yngra fólk, gamla og þeir sem eru veikir lungum. Eins og áður sagði brennisteinsdíoxíð ekki hreinsað í álverinu. Í starfsleyfi þess leyfilegu styrkur efnisins 21 kíló á hvert tonn af áli. Ef miðað við lægstu gildi þýðir það að 2500 tonnum af brennisteinsdíoxíði sleppt út í andrúmsloftið á ári. Verð af stækkun verður magnið tæp 3500 tonn á ári. Það þýðir á mannamáli að út í andrúmsloftið fara tæp 10 tonn af brennisteinsdíoxíði óhreinsuðum dag hvern. Þá stuðst við lægstu gildi. Ef miðað við mörkin í starfsleyfi eru það 26 tonn á sólarhring. En hér stendur hnífurinn í kúnni. Tölurnar eru misvísandi, það fer alveg eftir því hver setur þar fram. Samkvæmt upplýsingum frá álverinu þó engin hætta á því að börn eða fullorðnir bíði heilsutjón vegna starfsemi álversins. En það sem mér blöskrar, það verður engin mæling á þessu brennisteinsdíoxíð útblæstri. Hvað meinarðu með því? Það verður bara reiknaður út og afvísað sjálf vantarlega. Finnst þér það óeðlilegt? Ég vildi hafa óháðan aðila, þriðja aðila sem séðu mælingar í álverinu. Sem fylgdist með því að sig ekki mælt bara í einum strompi, af kannski 4 í dag og 6 í framtíðinni, heldur óháðan aðilin sem fer yfir þessi mál. Það mjög auðvelt að reikna brennisteinsdíoxíð útblæstri og það mælt á Hvaleyrarholti, býst ég við. En ekki úr strompunum frá, eða frá álverinu, það er verið að mæla í umhverfinu en ekki það sem fer í reiknum út, það? Já, það mælt, þetta bara mælt svona, ég er bara ekki sérfræðingur á þessu, þannig ég get ekki alveg svarað því af hverju og hvernig þetta nákvæmlega, af hverju það mælt svona en ekki hinsegin. Hreinsun á brennisteinsdíoxíði möguleg með svokallari vothreinsun eða votvöskun. Hún kemur í veg fyrir að efnið berist út í andrúmsloftið en í staðinn berst það með frárennslisvatni í sjó. Mér finnst allt í lagi að stækka álverið með því skilyrði að það veri komið upp vöskun, sjóvöskun á brennisteinsdíoxíðinu og það gert eftir surunnstöðvarnar. Þá finnst mér staðið vel að þessu. Í tillögu að deiliskipulagi fyrir stækkun álversins sem Hafnfirðingar kjósa segir að Alcan muni leita allra leiða til að ná fram losunarmörkum fyrir brennisteinsdíoxíð. Vothreinsun muni vera kostur í því sambandi. Á heimasíðu fyrirtækisins segir þó að ekki sé þörf fyrir slíkan búnað í stækkuðu álveri. Það þarf ekki, vegna þess að við náum svona góðum árangri með þurrhreinsun einni sér. En það kemur samt fram í öðrum plöggum að vothreinsun sé svona, kostur sem að þið viljið skoða? Við viljum skoða ef þetta nægir ekki, já. Ef það dugar ekki og það þarf að endurskoða málin, þá munum við skoða það, já. Akkur heldur að álverið, fari ekki bara beint út í þessa votvöskun? Það einfald spurning, það peningar. Kostar þetta mikið? Já, þetta kostar kannski 1 milljarð. Já, hann er dýr, já, en ekkert óskaplega dýr, en hann er dýr í rekstri líka, það alltaf, þarf að halda honum við og svona, bara eins og búnaður sem bætist við, en það held ég sé ekkert stór mál og er alveg leysanlegt. Ég sé ekki að það ætti að vera neitt stór mál, en vothreinsun þýðir líka aukna mengun og grunnsævi. Þetta sem spurning það að menga loftið að sjó, er það ekki? Ja, þetta spurning það hvort að mengunin í lofti verði það mikil að það sé vandamál eða hvort að þetta sé í lagi, en með því að setja vothreinsunbúnað þá er mengunin veruleg á afmörkuðu svæði og grunnsævi. Starfsmenn hjá Alcan á Íslandi eru nú 470. Áætlað að stækkun álversins skapi í allt 1200 ný og varanleg störf. 350 beinstörf hjá fyrirtækinu og ríflega 2-falt fleiri afleidd störf vegna aukina umsvifa. Þetta án efa staðreynd sem kjósendur munu hafa í huga þegar gengið að kjörborðinu. Það vekur hins vegar athygli að starfsmannamál álversins hafa verið áberandi í fjölmiðlum undanfarin misseri. Aðallega í tengslum við uppsagnir.
Kompás hefur heimildir fyrir því að gerðir hafi verið starfslokasamningar með sérstöku þöggunarákvæði þar sem fyrirverandi starfsmönnum meinað að tjá sig fyrirtækið á neikvæðan hátt og fá greitt fyrir. Í þeim hópi eru starfsmenn sem unnið höfðu hjá álverinu áratugaskeið þegar þeim var sagt upp. Hafið þið eitthvað að fela? Við vilja ljúka málum við starfsmenn, það eru nýverið við lokið slíkum málum við starfsmenn. En það bara eins og gerist og gengur á vinnumarkanum að það eru gerðir starfslokasamningar við menn þegar verið að ljúka þeirra málum. Hvað finnst þér þessa samninga þar sem að menn í rauninni eru múlbundnir þegar ekki tjá sig málefni fyrirtækisins? Það náttúrulega ákvörðun hvers og eins að ganga frá svolítið samningi ef það sé í þeim en aftur á móti þá hefur fyrirtæki komið fram þannig við menn að þeir að vera að segja upp mönnum og það náttúrulega við skulum gera grein fyrir því það alls staðar að vera að segja upp annars staðar líka fólki. En af hverju þetta þagnarákvæði í samningu? Er það ekki bara eitthvað sem mjög algengt og við líka bara eðlilegt að menn sé ekki að fjalla en við fjöllum ekki málefni einstakra starfsmanna og leggjum mikla áherslu á það að fjalla ekki það og þá eðlilegt að við ætlumst til þess að málinu sé lokið og þar með því lokið. Fyrirtæki hefur farið algjörlega eftir kjarasamningi. Það segir upp starfsmannum, borgar honum uppsagnarfrestinn. Í flestallum öðrum fyrirtækjum mönnum sagt upp og það er gerð krafa að þeir vinni uppsagnarfrestinn, sem alltaf 3 mánuðir. Ertu að segja að svona þagnarákvæði sé algengt í svona samningum? Ég tel að það sé mjög eðlilegt að við segjum að máli sem lokið sé lokið, þannig að við sé eðlilegt að það sé þá ekki meira að fjalla. Og við viljum ekki fjalla málefni starfsmanna. Kæmi það sér illa fyrir fyrirtæki þá? Ég held að það sé best að þeim málum sem við ljúkum við starfsmenn að við heldum þeim þannig og við fjöllum ekki málefni starfsmanna, þannig að ég get ekki tjáð mig það. Ég tjáði mig ekki málefni einstakra starfsmanna og jafnvel þó ég sé komin í kosningabaráttu, þá mun ég ekki fara að tjá mig málefni einstakra starfsmanna. Það mjög skýr stefna okkar og það verður bara þannig. Við erum ekki að biðja það, við erum bara að biðja að útskýra akkur þetta þagnarákvæði sé í samningum. Það hluti af málefnum viðkomandi starfsmanna þegar ef við biðjum að útskýra ákvæði í samningum sem eru trúnaðarmál, þá hlýtur það að vera að fjalla málefni þeirra og það ger ég ekki. Grétar Þorsteinsson, forseti ASÍ, hefur komið að gerð þöggunarsamninga og ritað undir þá. Er það eðlilegt að verkalýðshreyfingin standi á bak við það að þeim ekki tjá sig? Sko, ég tel það að verkalýðshreyfingin standi ekki á bak við það að þeim ekki tjá sig. Það er bara, ég veit að það var bara, þessi vinna fór í gang þannig að þessi ályktun var samþykkt í Bæjarbíó og það var ákveðið að sækja rétt þessara manna. Þessu var vísað á ársfundi Alþýðusambandsins inn í miðstjórn og rétt á miðstjórn fyrir að fjalla málið, þá haft samband við Ísal og Ísal segist að tilbúið að koma og gangur á samkomulagi. Svo verður bara þetta samkomulag til þar sem að þessir aðilar og fyrirtæki setjast niður og klára málið. En leið þagga niður í starfsmönnum? Ég þaggaði ekki niður, ég meina sko það ég get ekki sagt alveg hvað stendur í þessu bréfi en þeir eiga velja þetta sjálfur. Kompás hefur rætt við fjölda fyrrverandi og núverandi starfsmanna álversins sem þora ekki að tjá sig. Hver heldur ástæðan sé fyrir því? Ég veit ekki hver ástæðan fyrir því að menn þora ekki að tjá sig. Við eigum samskipti og þeir við sína yfirmenn og framkvæmdastjóra og menn ræða hlutina miklu opnar og betur heldur en var áður. Gamla daga einkenndi samstarfi í Straumsvík var mikið af upphrópunum. Nú erum við búin að halda námskeið og fara með menni í gegnum skóla það sitja á fundum og ræða málin þannig að það er miklu opnar og betri umræður en af hverju menn þora ekki að tjá sig eða vilja ekki tjá sig skal ég ekki segja menn auðvitað erum við í kosningabaráttu og þá eru ýmsir aðilar sem að reyna að nýta sér og rifja upp eldgömul mál og eitthvað sem þeir leika á borði að nýta þá stöðu en við munum ekki fara út í að ræða málefni einstakra starfsmanna, jafnvel þó við séum í kosningabaráttunni. Sumir starfsmenn segja reyna nú beina hræðslu starfsmannastefnu vera reknað. Menn eru látnir fara til þess að vara aðra við. Já, það hafa alls konar kenningar komið upp sko en það segir náttúrulega sitt að þarna er mjög hár starfsaldur og það er ekkert hár starfsaldur nema að það farið eitthvað saman að mönnum líka að vinna og séu sáttu við að vinna á staðnum. En finnst þér þetta siðlaust að álverið standi svona mál? Já sko, þetta er náttúrulega, má segja að þetta sé siðlaust að koma svona fram gagnvart svona starfsmönnum.
Af því það búið að nota starfsmanninn að lunga úr starfsæfi mannsins og hann hleypur ekkert hvað sem í vinna á eftir. Núverandi og fyrrverandi starfsmenn sem höfum rætt við segja hreinlega að það sé stundu hræðslustjórnun í alvörunni. Ég bara vísa því alveg á bug, það ekki, og menn sjá það bara sjálfur að ef það væri hræðslustjórnun þá myndi fólki bara fara, það nóg að vinna að hafa og fólk getur bara mjög auðveldlega gengið út og fengið sér vinnu annars staðar. Hefur þú ekki fundið fyrir þessar hræðslustarfsmannastefnu? Nei, jú, að hluta til. Jú, ég var að vikina það, að hluta til verðum að vara við það, en menn svona fylgi eftir sinni samfæringu með mál og... Maður verður ekki mikið var við það að menn sé almennt að tjá sig stjórnina sögur. Akkur heldur það sé? Já, það náttúrulega kannski má segja að það hefur náttúrulega komið upp á að menn hafa fengið þarna uppsagnir og menn hafa kannski ekki fengið ástæðuna fyrir því að það getur vel að það hefur bara fælt fólk frá því að vera að taka afstöðu eða spyrja eitthvað til málin. Verið að þagga neyri fólki með stjórnina? Já, ég get nú ekki sé það að sé verið að þagga en náttúrulega fólki virðist vera á tánum varðandi því að láta hvað sem í ljósi. Þetta Nissan X-Trail Adventure. Hann sérhannaður fyrir íslenskar aðstæður og fæst hvergi nema á Íslandi. X-Trail Adventure Íslands jeppi með öllu. Gerðu samanburð. Þú færð hvergi jafn vel útbúin jeppa á jafn góðu verði. Komdu og reynsluaktu X-Trail Adventure. Náttúruleg hæfni með öllu. Ingvar Helgason. American Style. Stækkun álversins í Straumsvík hefur verið á teikniborðinu í fjölda ára. Athygli vekur að fyrrverandi forstjóri álversins fór fram á það við bæjaryfirvöld í Hafnarfirði að ný íbúðabyggð myndi ekki rísa nær álverinu. Það gerði hann árið 1995 eða fyrir einum 12 árum. Auðvitað mengun í nánasta umhverfi stóriðju eins og álvers og þess vegna talað þynningarsvæði og þess sérstaklega getið í deiliskipulagi. Þynningarsvæði það svæði umhverfis álveri þar sem þynning mengunar á sér stað. Það afmarkast fyrst og fremst að þynningu brennisteins og innan þess má styrkurinn vera yfir viðmiðunarmörkum. Samkvæmt reglugerð hér á landi hefur íbúabyggð innan þynningarsvæða ekki verið leyfð en sumstaðar erlendis hún heimil, til dæmis í Noregi þar sem íbúabyggð mun nær álveri en hér. Þar svo kvöð að votreysibúnaður sé til staðar í álverinu. Ef við lítum til Noregs, þá voru fyrir 10-15 árum hátt í 180-90.000 tonn af brennisteinsdíoxíði sem fór út í andrúmsloftið. Í dag þetta kringum 23.000 tonn og Norðmenn hafa staðið sér vel í að minnka þetta. Og öll álverin þar eru með votvöskun eftir þurrhreinsun. Það víða í Noregi vothreinsunarbúnaður en það líka yfirleitt mjög víða Söderberg hér, þannig það ekki sambarlegt hvað það varðar. En vothreinsun eitthvað sem væri vel hægt að setja upp ef að menn teldu ástæða til, en það eru sérfræðingar sem hafa besta þekking á því sviði, þeir telja að það sé ekki besta leiðin. Ef þið eruð að velta því fyrir ykkur að nota vothreinsunarbúnað, það ekki besta leiðin? Ekki ef að sérfræðingarnir segja það og eru alveg klárir á því að þurrhreinsun ein og sér betri heldur en þurrhreinsun og vothreinsun. Þetta ekki trúarbrögð, þetta bara sérfræðinga mat. Ísland virðist alltaf ganga undan öðrum löndum með því að gera minna átak þar. Á heimasíðu álversins í Straumsvík segir að í stækkuðu álveri verði öll umhverfismörk varðandi brennistein uppfyllt utan þynningarsvæðis án þess að til vothreinsunar þurfi að koma og því ekki talin þörf á slíkum búnaði. Vothreinsun hins vegar valkostur ef þess reynist þörf. Í nýju deiliskipulagi gert ráð fyrir að þynningarsvæðið minnki. Svæði takmarkaðrar ábyrgðar svo enn annað. Innan þess svæðis ber álverið ekki ábyrgð á tjóni af völdum mengunar.
Mörkin liggja þvert í gegnum 2 íbúðahverfi í Hafnarfirði. Því vekur athygli að í umhverfismati á fyrirhugaðri stækkun álversins lagt til að þynningarsvæðið verði stækkað og falli saman við svæði takmarkarar ábyrgðar eða inn í byggð. Á það féllu bæjaryfirvöld í Hafnarfirði ekki og samkomulag náðust við álverið að þynningarsvæði verði minnkað ef álverið verður stækkað. Og það svona stoltið margt sem það hvað við erum búin að ná góðum tökum á okkar umhverfismálum og mengun að við skulum geta minnkað þynningarsvæðið sem þó skilgreint fyrir mörgum árum síðan með því að stækka verksmiðjuna. En þið vildu stækka það? Já, það ekki bara eðlilegar varnir verksmiðjunar að vilja búast við því, menn kannski reiknuðu þetta ekkert út í hörgul að þetta væri hægt að minnka þetta. Þetta verið litið á þetta sem ákveðið viðmiðunarsvæði, þetta svolítið sér íslenskt. Þetta eins og ég segi, í Þýskalandi sportstadium fyrir 70.000 manns beint bara hinn með götuna móti álveri, sko. Þegar við erum að tala þynningarsvæði og eða takmarka ábyrgð, þá erum við alltaf að tala gróðurverndarmörk. Við erum ekki að tala heilsuverndarmörk. Og það eru harðari eða sterkari kröfur gagnvart gróðurverndarmörkum heldur heilsuverndarmörkum. Árið 1995 hafði enn ekki verið ráðist í Holtabyggð eða byggðina á völlunum. Forveri rannvegarist í forstjórastóli Kristján Roth sendi bæjaryfirvöldum í Hafnarfirði formlega ósk árið 1995 þar sem hann mælti eindregið með því að ný íbúðabyggð myndi ekki rísa við álverið. Í bréfi hans segir: Í þessu sambandi viljum við benda á að stækkun ísal þýðir 60% meiri losun á brennisteinsdíoxíði, koltvísýringi og flúorsýru frá álbræðslunni og aukningu á hávaða og umferð. Jafnvel þótt útblásturinn skaði ekki umhverfið eins og staðfest í starfsleyfi, sjáum við fram á hugsanlega árekstra ef íbúðabyggði verður færð austar. Slík mistök hafa verið gerð víða í Evrópu og það dýrt að leiðrétta þau eftir á. Til að koma í veg fyrir umræður og átök í framtíðinni mælir Ísal því eindregið með að ekki verði byggð ný hús nær verksmiðjunu en þau sem þegar eru í byggingu. Undir bréfi skrifar Kristján Roth, þáverandi forstjóri Ísal, og Bjarnar Ingimarsson, þáverandi fjármálastjóri. 6 dögum síðar fær Hafnarfjarðarbær bréf frá Finni Ingólfssyni, þáverandi iðnaðar- og viðskiptaráðherra, þar sem ráðuneyti telur ábendingu Ísal mjög eðlilega og telur að bærinn eigi að taka þetta mál til nánari athugunar. Var maðurinn að bulla? Nei, hann var ekki að bulla og það alveg rétt hjá honum. En við erum bara búin að gera heilmiklar ráðstafanir og þú skoðar þróun mála í Straumsvík síðustu 12 ár, þá sér það að við höfum náð gríðarlegum framförum og ýmislegt sem var vandamál kannski fyrir 12 árum, það ekki í dag? Já, við tókum þetta fyrir í öllum okkar nefndum og bæjarráði og bæjarstjórn og ræddum þetta og niðurstaðan var sú, eftir að við vorum búin að fara í gegnum þessi mál, að það væri engin hætta á ferðum þarna. Það væri bara sjálfsagður hlutur, þetta er utan þynningarsvæðisins og þannig að þetta átti að vera allt í lagi eins og hefur brenda sínt sig. Það býr þarna fólk niður frá og hefur búið all þessi ár og líður bara alveg prýðilega. Ég hef aldrei heyrt neina kvartanir frá þessu fólki. Er þetta plagg sem skiptir máli í dag? Í samkomulaginu sem var gert varðandi stækkunina á þessum tíma þá var það eina niðurstöðunum milli Alcan og Hafnarfjarðarbæjar að þetta erindi Alcan væri dregið tilbaka. Eins og við töldum að Alcan væri á þeim tíma eða Ísal alveg að fara freklega inn á skipulagsstefnu bæjaryfirvalda sem að menn höfðu upp á þeim tíma. Akkur heldur þið hafa skrifað þetta bréf? Ég ger mér nú ekki alveg grein fyrir því. Mín skoðun er sú að álverið hafi viljað fá land lengra með ströndinni í átt að bænum og vinna sér land þar og þegar þessi byggð var komin þá gekk það ekki eftir. Hún kom og þeir hafa fært sig lengra upp í landið en ekki með ströndinni. En þið mengið og byggðinni komin nær? Já, en við mengum samt ekki það mikið að það ætti að valda vandamálum og mengun við lóðarmörk hvergi nálægt neinum hættumörkum eða viðmiðunarmörkum. En akkur heldur þetta bréf að hafa skrifað? Ég held að það hafi fyrst og fremst verið það að Alcan á þeim tíma var að reyna að firra sig ákveðinni ábyrgð gagnvart umhverfinu. Umhverfisvarnir voru ekki komna fram með þeim hætti eins og er í dag. Okkar kröfur voru ekki heldur kannski með þeim ákveðna hætti sem það er í dag. Það er bara allt annað umhverfi sem við erum að búa við í dag og gjörbreyting sem hefur orðið á í þessum efnum og ekki síður í samskiptum milli bæjaryfirvalda og fyrirtækisins. Hefði ekki verið alveg rétt að hugsa þessi rök og segja stopp? Já, við fórum í gegnum öll þessi rök og það eina sem að stóð upp úr það var þessi hávaða mengun sem var fyrst og fremst frá höfninni þegar var að ræða útskipanir og verið að skipa upp þarna. Það var farið mjög vel ofan í þessi mál og niðurstaðan var sú allra
að þetta væri í lagi. Á þessum 12 árum hefur íbúðabyggð breiðst út eins og hér sést, er komin inn fyrir svæði takmarkaðrar ábyrgðar. Myndir þú vilja búa þarna í byggðinni sem næst álverinu? Ég geti vel hugsað mér það, en ég náttúrulega ég í fjölskyldu og það hefur fjölskyldan hefur líka það að segja hvar við búum. En mér finnst það bara mjög fínt. Hafnarfjörður er mjög fallegu bær og mjög gott að búa þar. Sko. Myndir þú vilja búa þessu svæði? Ef þú vinnur í álveri, þá ertu kannski 80, mestarlega 80 sólarhringa ári inn á svæðinu. En ef þú byggir þarna og væri kannski mikið heima við, þá kannski getur þetta allt árið, þá myndur það vera 5 sinnum meira. Og þá sýnir sig að áreitið þó að sé lítið magni í hverjum rúmmetra, það er kannski margfalt meira. Og fyrir unga börn sem sofa út í vagni, þá getur maður sagt að þetta sé 5-falt áreiti. Ég vildi ekki búa inn á svæðinu. Það er alveg ljóst að það eru miklu meiri hagsmuni hér í húi heldur en fólk almennt hefur gert sér grein fyrir. Þetta álver hefur verið hér í 40 ár og rætur þess liggja gríðarlega djúpt inn í iðnað og atvinnustarfsemi í Hafnarfirði. Það eru hundruð manna sem vinna auðvitað hjá álverinu og síðan hjá fyrirtækjum í Hafnarfirði sem að þjónusta álverið og við teljum að það megi reikna með að eitthvað annað 1000 manns byggja afkomu sína bara hér í Hafnarfirði á starfsemi þessa fyrirtæki sem verið hefur hér í 40 ár, beint og óbeint. Og þá er ég að tala konur, karla, börn, heimil og fjölskyldur. Við sjáum marga vankanta á þessari hugmynd að stækka álverið og setja þar með stærsta álveri í Evrópu í litla bæinn okkar. Það er náttúrulega nokkrir þættir, það er sjónmengunin. Lóðin verður eftir stækkun breið og hún er löng í dag. Nú síðan er það loftmengunin, hún mun aukast. Loftgæðið, það mun draga úr loftgæðum í Hafnarfirði og sérstaklega þá 40-50 daga sem að vindur blæsi yfir bæinn. Við erum að tala um einhver 9,3 tonna brennisteinin til dæmis sem að skiptir bæjarbúa máli. Nú síðan er það skipulagsmál. Við teljum að þungaiðnaðarsvæðið sem er þarna hinum megin við Keflavíkurveginn að það kom ekki til með að vera þarna nema kannski einhver 20-30 ári viðbót. Ég hef enga áhyggjur sjálfur sér að átökum. Mér finnst það bara gott mál að íbúarnir hér fá tækifæri til þess að taka ákvörðun þetta mál á lýðræðislega máta. Þetta er íbúalýðræði í reynd og mér þykir gott að sjá það og finna það og heyra það. Það er almenn umræða, hún er að aukast mjög verulega. Það er svona auðvitað ákveðin spenna í loftinu í bænum og hún á eftir að magnast núna á næstu vikum. Ég kalla auðvitað fyrst og fremst bara eftir ábyrgri og upplýstri umræðu og við bæjaryfirvöld munum gera okkar í þeim efnum að tryggja svo verði. Skoðanakönnun sem birtist í blaðinu á föstudag sýnir að Hafnfirðingar virðast skiptast í 2 nokkurn veginn jafn stórar fylkingar í afstöðunni til stækkunar álversins í Straumsvík. Niðurstaða skoðanakönnunar sem álveri lét vinna fyrir sig hefur þó aldrei fengist birt. Kompássu er lokið, góðar stundir.